Ég heiti Sigurbjörg Jóhannesdóttir og kennsluráðgjafi í kennslumiðstöð og ætla ásamt. Já, ég heiti Ásta B. Schram og lektor og kennsluþróunarstjóri hjá heilbrigðissviðinu og einnig kennsluráðgjafi hjá kennslumiðstöð. Og við ætlum sem sagt að flytja hér eitt erindi sem að tilheyrði Menntakviku sem var haldin 1. til 2. október 2020 og ég ætla sem sagt núna að deila skjá. Já, við ætlum að erum með erindi sem heitir Meiri ánægja og betri námsárangur. Og það sem við erum að gera, að við erum að fjalla námskeið sem að heitir Opinber stjórnsýsla og á félagssviði í stjórnmálafræði deild. Og það kennari námskeiðsins prófessor Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir. Og hún búin að vera með þetta námskeið í nokkur ár og þetta námskeið sem var alltaf kennt í staðnámi með svona fjárnámsívafi eins og við þekkjum mjög gjarnan á félagssviðsviði. Þar sem við erum að kenna staðnám, höfum verið með staðnámsupptökur og nemendur geta mögulega tekið námskeið í fjarnámi með því að hlusta svo á þessar staðnámsupptökur eftir á. Og síðast var námskeið kennt á þennan hátt haustið 2018, en núna haustið 2020 þá verið að kenna í annað skipti sem hreint fjarnám. Það fyrir ári síðan, haustið 2019, þá breytti Sigurbjörg því í hreint fjarnámskeið og endurskipulagði það. Hún fékk styrk frá kennslumálasjóði, ekki háan, en hún nýtti hann mjög vel og réði til sín kvikmyndatökumann og vann upptökur fyrir allt námskeiðið sumarið. Og hún gerði þær kröfur, hún ákvað það að engin mæting, engin staðnámmæting, fólk geti búið hvar sem og fólk væri ekkert að hittast og öll verkefni voru einstaklingsmiðuð. Og svo bauð hún upp á fundi í Zoom og hafði það sem val, þannig að nemendur réðu hvort þau myndu mæta þar. Og hún með og var með skipulag námskeiðsins í heildina raunar var svipað, þetta eru 3 kennsluhlutar, 4 kennsluhlutar og nú ég aðeins að rifja upp hvort ég sé nokkuð að ljúga. Já, 3 kennslulótur fyrirgefið, það alveg rétt, og 4 vikur hver sig. Og hún hélt alveg sama skipulagi frá því þetta var staðnám og út í fjarnám varðandi það. Og námsmati var líka eins. Það eina sem að breyttist í samtíð námsmati var að hún fór að bjóða upp á helgar spurningar sem að val fyrir nemendur. Þannig alltaf eftir hverja viku fá nemendur 20 mínútur frá því opna próf í að svara 2 spurningum, 10 mínútur á hverja spurningu og nemendur ráði hvort þeir gerðu þetta ekki og þetta til hækkunar. Ef að svara spurningunni rétt þá færðu 1 punkt réttan sem þú getur síðan fengið hækkun á í loka matinu eða í alltaf eftir hverja lotu þá hún með fjölvalsspurningapróf og þar þannig að þú getur notað svo punkta fyrir helgarspurningarnar til að hækka einhvernina þar. Og allavega að hún gerði mörg vídeó sem voru tvennskonar. Það voru svona upptaka eins og við erum að gera núna. Þú ert með glærunar og hún með fór í gegnum efnið sjálf og talar fyrir fram á skjáinn. Og hún nýtti í þetta forrit sem heitir Camtasia sem hún keypti og keypti sér líka mjög góða vefkameru sem hún nýtti líka. Og var svo bara raunin á sinni skrifstofu með sína bækur á bak við sig og tók upp. Og svo tók hún og hún reyndi að vinna það þannig að vídeón væri svolítið stytti þau miðað við hefðbundna fyrirlestra og svo tók hún einnig mjög mikið af vídeóm þar sem hún fór út í bæ, var að tengja fræðin við praktíkina og tók viðtöl við stjórnmálamenn, lögreglustjóra og fleiri þar sem hún var að spyrja þá hvernig væri að nýta þessi fræði í sinni vinnu. Þannig hún tengdi vettvanginn við og það þar sem að kvikmyndatökumaður sem að hún greiddi laun fyrir sem að hjálpaði henni við það.
Og markmið með þessari rannsókn okkar er að skoða áhrif breytinga á kennsluháttum. Og ástæðan fyrir því við ákveðum að skoða þessa rannsókn í kennslu, eða skoða hvað hún var að gera í kennslumiðstöð að við einhvern veginn uppgötvuðum allt í henni og hún var líklega með að voru það mikla breytingar gerðar hjá henni og þetta er svo stór hópur og við erum að vonast til að svo með tímanum með þessari rannsókn að þá getum við fundið svona mælanleika og fylgni í árangri. En allan að við vildum skoða áhrif breytinga á kennsluháttum. Við vildum fá upplifun nemenda af kennsluháttum í rafrænu umhverfi, hvað þeir væru sjálfur svona upplifað með þessar breytingar og svo langaði okkur að sjá góða samanburð á námsárangri, brottfalli og niðurstöðum á kennslukönnunum og miðmiðsverðiskönnum alveg frá 2017 og áfram. Og aðferðin sem við notuðum var og við erum svona bara að byrja, þannig að við sendum út svona netkönnun, við kallum þetta eiginlega bara svona pilotop af því þetta fyrst sem við gerðum 2019, sendum hann út núna í september og við erum ekkert með það stóran hóp sem svarar vegna þess að við sendum þetta svo seint út en núna síðan ætlunin að senda þetta reglulega á hverju önn í kannski 1-2 ár. Og við tókum viðtal við kennara, við skoðum meðaltali einkunna, fjöldatali nemenda og hvað margir skráðu sig úr námskeiðinu og svo hvað hátt hlutfall nemenda lauk við námskeiðið og við skoðum niðurstöðu miðstýris og kennslukannana og svo ætlunin að skoða líka hvort það sé skoða áhorf á upptökur. Niðurstöðurnar voru meðal annars þær að það sögðu sig færri úr námskeiðinu en upphaflega sjáðu 2018 voru skráðir 201 og 2019 233. Úr námskeiðinu sögðu sig 44% 2018 en 25% 2019. Og síðan sjáðu á glærunni stóðust námskeiðið. Þetta hlutfall af þeim sem voru skráðir í námskeiðið þegar námskeiðinu lýkur. Þannig að það eru 67% af 112 sem klára námskeiðið 2018 og 69% af 175 sem klára námskeið 2019. Þannig að svona svo sem hlutfalli sem að klára, það virðist ekki hafa áhrif á þá sem eru skráðir alveg í lokin, en auðvitað þetta fleiri sem að ljúka námskeiðinu og færri sem að skrá sig úr því. Og einkunnir nemenda, við skoðuðum þær og það var sérstaklega áhugavert að skoða niðurstöður úr fjölvals spurningaprófi eftir fyrsta hlutan, eftir fyrstu 4 vikunar var tekið próf og það var gert sama prófi á 2017, 2018 og 2019 og Moodle var notuð í öll skiptin og prófakerfið þar og þetta var sami spurningabankin. Sigurbjörg vann þennan spurningabanka árið 2017 og svo fengu nemendur svona random spurningar sem þeir svöruðu og það er svolítið áhugavert að sjá það að einkunnar fara hækkandi. Það eru 2017 6,99, 2018 6,62 og 2019 7,84. Við ættum nú líklega að geta að fara að bæta við 2020 núna. En allavega að þetta sami prófabanki, sama leið og við sjáum það eina sem bara breytist frá 2018 til 2019 að allt efni komið í fjarkennslu, styttri vídeó, sér upptökur og svo þessar helgarspurningar sem gæti verið að hafa áhrif. Og þetta sjáum þessa næstu glæru, þá erum við komin í það að einkunnir nemenda það virðast fara hækkandi. Þetta meðaltal einkunnar fyrir námskeiðið. Þannig að 2017, þeir sem að ljúka námskeiðinu, fengu árið 2017 7,63, 2018 7,88 og 2019 8,28. Og ef við skoðum í kennslukanninnar meðaltalseinkunn per hvert flokk sem það verið að gefa fyrir,
að þá sjáum við að það eru jákvæðar breytingar frá 2018 til 2019, þá eru 14% fleiri nemenda sem segja að skipulag námskeiðsins sé gott. Það eru 12% sem segja að sé meiri fræðileg hvatning, 11% sem að segja að kennslan sé góð, 10% sem vilja meina afrakstur námskeiðsins sé meiri og 8% sem vilja segja að þeir hafi lagt sig meira fram og jafnframt á sama tíma og þeir segja að þeir hafa lagt sig meira fram að þá segja þeir að vinnuálagið sé minna, sem svolítið áhugavert. Já, maður getur velt því fyrir sér hvað það þýðir, hvað þeir meina með því sko og hvort að hugsanlega gott skipulag hafi minnkað vinnuálagið en nemendur hafi kannski verið mótiveraðri og lagt sig ennþá meira fram og haft þá kannski enn meiri áhuga á því sem var að gerast. Það er alveg gott að nemendur upplifa sér minna vinnuálag í námskeið sem raunar að gera meiri kröfu þessar helgaspurningar, þær bætast við, en aðru leyti námsmat eins. Já. Og þannig að eitthvað að hafa jákvæð áhrif á að þau upplifa það þannig. Fræðileg hvatning, skýr skilaboð, kannski bara gæði kennslunar, það er ekki gott að segja. Það virðist vera að skipulagið sé betra og meiri hvatning og meiri gæði í kennslu, það virðist allt vera allar nemendur upplifa það, allt þetta sé svona pínlítið herra. Já. Og verður líka bara núna mjög áhugavert að fá niðurstöðunar á 2020 og bæta því þarna við. Já. Já, og þá er það netkönnunin sem var send út og auðvitað voru svörin bara 27 sem gefur okkur kannski leyfi til þess að, okkur finnst að vera vísbendingar að minnsta kosti það. En þarna sjáum við að þau segja að gæði myndbanda á gagn hafi verið bara mjög gott gagn að þessum myndböndum. Þetta er á skala frá 1 til 6 og kennsluaðferðirnar, þær voru góðar, umræðutímarnir einnig og umræðuþræðirnir. Þannig að þetta í rauninni 5 sem sagt sammála og 6 mjög sammála. Þannig þið sjáu hvernig þetta kemur út. Hér koma svo beinar tilvitnanir sem að nemendur skrifuðu í þennan survey eða lista. Auk þess voru upplýsingar, stuðningur meðal annars með Zoom-fundum varðandi ritgerðir til algjöra fyrirmyndar. Snögg og sanngjörn viðbrögð segir einn ef eitthvað miðfúst í próftöku. Mjög ánægð með að fyrirspurnum að svara vikulega og þó hún hafi gert það, þá var hún einnig að svara öðrum tölvupóstum þannig að hún virðist hafa verið þarna til taks og gefið góðar upplýsingar og brugðist hratt við. Námsmatið sjálft að þá eru þarna heima próf sem að þau segja að þau hafi verið mjög ánægð með. Það gerist varla hærra þegar að 5,8 af 6 meðaltalið og þau voru ánægð með þessar helgaspurningar, töldu að það hefði verið mikið gagn að þeim og voru líka ánægð með fjölvalsprófin eftir námshlutana. Og þarna kemur svo til hliðar að tímasetning þeirra að morgni á virkum degi var í lagi. Og nú kannski skiptir máli að þetta var jú meiri hlutin að þessu vinnandi fólk utan háskóla, ekki satt Sibba? Jú, þetta er hópur þar sem að allir eru í vinnu, svona langflestir. Já, og kannski þess vegna hafa þau líka svarað þarna í sambandi við hópvinnuna að þeim fannst gott að sleppa hópvinnunni. Það getur jú verið flókið þegar að fólk með kannski fulla vinnu og heimili. Fannst gott að hafa bara einstaklingsmiðað námsmat, segja þau líka. Og það kemur líka fram í þessum beinu tilvitnunum að þarna mjög erfitt fyrir marga sem í námi með vinnu og í fjölskyldulífi að finna sameiginlega lausa tíma. Við þekkjum það sjálfsagt flest, hópvinnan verður ekki eins skilvirk
ef að hópurinn sem sagt, hefur ekki hrist saman svona áður og kynnst aðeins. Og svo þarna eitt sem var almennt sáttur við að námsmatið væri eingöngu einstaklingsmiðað en ókosturinn var að það var náttúrulega voru ósköp lítil tengsl við samnemendurna og það náttúrulega gallinn við að hafa lítið í námskeiðum sem að getur hrist nemendur saman. Og svo hér annað sem var athyglisvert að á þessum Likert-skala frá 1 til 6 að þá finnst þeim að tengingin við kennaran hafi verið nægileg, hún 5,5 og við höfum velt því fyrir okkur hvort að hugsanlega það gæti verið vegna allra myndbandana því að þá sjá þau andlit kennarans aftur og finnst þau kannski hafa tengst þá vel kennaranum bara í gegnum þetta, kynst svona persónunni og þess áttar. Það sem kom Já. Að bæta við kannski líka með, sko þegar þetta var val Zoom-fundi, ég held að það var einn í hverjum kennsluhluta, 3 hlutar, eða 3 sinnum sem var boðið að mæta Zoom, það var ekki góð mæting, það var mjög lág hlutfallsleg mæting, en þeir sem kannski hafa þörf fyrir að mynda kannski meiri tengingu við kennara og samnemendur hafa mætt þar eflaust, þannig að gæti líka haft áhrif. Akkúrat. En það eiginlega einu beinu samskiptin sem voru í boði, það voru þessir fundir og ég held að hefði nú bara verið kannski 10%, ekki það sem var að mæta, 10% kannski. Já. Og það kemur þarna náttúrulega líka fram þarna neðar að tengingin við samnemendur, hún var mikið lægri, sko. Já, samt svolítið há, svona miðað við einstaklings verkefni og enga kröfur raunar að fólk sé að vinna saman. Mér finnst það svolítið merkilegt. Kannski þessu sem voru á Zoominu að þeir hafa gefið þessum þætti svona háa einkunn gæti verið. Þeir hafi náð góðri tengingu. Kannski bara þeir sem hafa svarað könnuninni. Þetta áhugavert. Þetta áhugavert, já. En þau upplifðu sig sem hluta af námssamfélagi HÍ og það kom okkur svolítið óvart. Já. Einhvern veginn hafa þau náða að fá þau upplifun sem bara frábært í gegnum svona fjarnám. En kostirnir, við sjáum þá náttúrulega þarna að þau gátu stundanámi hvar sem var, ráðið tímanum, ráðið því hvenær þau litu á námsefnið. Það var kostur fyrir þau að þurfi ekki að mæta, bæði vegna launavinnu en einnig vegna fjölskyldu og svo í síðasta lagi vegna búsetu. Þannig að þetta kom vel út fyrir þennan hóp að vera í þessu fjarnámi. Kannski líka sem áhugavert þarna að þetta nefndur haustið 2019 og þegar nefndur skráðu sig í námskeiðið, þá var það raunverulega ekki í boði sagt að vera í fjarnám, þá var það staðnám. Þannig að það þarna nefndur sem ætluðu að taka í staðnámi og þeir eru samt ánægðir. Já. Þannig að hvað þá þegar við komum með nefndur sem eru meðvitaðir og áður að skrá sig í námskeið, þetta sé fjarnámskeið. Mjög gott. Og svo settum við þarna í þennan spurningalista kvarða sem að mælir áhugahvöt nemenda og við vorum forvitin að vita hversu mótiveraðir nemendur væru í svona fjarnámi. Og þessi skali eða þessi kvarði með 5 þætti, svona 5 undirþætti sem eru hver sig kvarði með 3 til 4 atriðum. Og þið sjáið hér að þessir þættir hérna, sjálfræði, gagnsemi, árangur samkvæmt upplifun, áhugi, umhyggja, að þessir þættir koma allir bara frekar vel út, sko. Þetta þetta 5 sem sammála. Og hér eru dæmi hvernig spurningar voru í hverjum og einum kvarða. Að í sjálfræðinu var ég gat lokið verkefnunum á ýmsan hátt. Þannig að þau hafa upplifað svona ákveðna valdeflingu eða ákveðið svona sjálfræði þrátt fyrir það að það væri svona ansi skýra leiðbeiningar hvernig ætti að gera hlutina. Þannig að fyrir utan það að þeim finnst þá eins og þau hafi líka haft einhverja rödd eða haft eitthvað frelsi. Sem gott. Og svo með gagnsemina að þeim fannst þau hafa haft gagn af því sem þau voru að læra.
þeim fannst þau geta náð góðum árangri þannig að þau höfðu þessa tilfinningu að þau gætu þetta og þau höfðu áhuga og ánægju að þessu og þetta hélt athygli þeirra. Og í sambandi við umhyggjuna að þau upplifðu það að kennarinn, hann vildi þeim vel, hann vildi að þeim gengi vel í námskeiðinu. Og það er alveg típist að sjálfræðir er yfirleitt alltaf lægst og það er náttúrulega vegna þess að oftast eru námskeiðin okkar svona frekar strúktúreru en samt góð tala. Og svo í varðandi sem sagt ástundunina að þá eru þau þarna með 5,3 að þau eru að vinna eins vel og þau geta, þau leggja sig fram og svona. En sem sagt að þessir þættir að þeir sýna fram á það að það er svona há mótivasjón í þessum hópi að þau vilja virkilega læra og að skipulagið og kennslu aðferðir að þær virðast hafa náð vel til þeirra. Eitthvað sem þú vilt bæta við þetta, Sibba? Nei, þetta er bara ótrúlega jákvætt finnst mér. Það er allir sammála og mjög sammála, eða svona milli. Já, svo vitum við náttúrulega að fjarnámskeið geta verið alls konar og það geta verið til dæmis fjarnámskeið segjum í tölfræði og annað fjarnámskeið í tölfræði sem er gjörólíkt og upplifun nemenda af þessum tveimur getur verið gjörólík og þá mjög líklega vegna þess að bara skipulag og kennsluaðferðir eru mjög ólíkar. Það skiptir máli hvernig svona fjarnámskeið er sett upp og hvernig kennarinn í þessu nýja hlutverki sínu, hvernig hann vinnur. Því að þetta er náttúrulega annar hlutverk heldur það að standa fyrir framan nemendur og halda fyrirlestra. Þarna ertu sífellt í leiðbeiningu og svona samtali á ákveðin hátt, ekki satt? Jú, ég var að pæla hvort við ættum að hætta að deila skjánum. Já, við ættum að gera það. Því að við getum víst ekki haft umræður hér í þessum. Skulum nú sjá. Þarf ég að finna okkur hér aftur. Stækka okkur. Ok. Já, og við ætlum auðvitað að fylgja þessum námskeiðum áfram, bæði nú í haust og vonandi næsta haust og mæla bara áfram upplifun nemenda af þessu námskeiði í fjarnámi. Já, og ég myndi á líka þannig að við sjáum líka hvort að með mælanleika og fylgni og annað slíkt þegar við munum eins og núna leggja spurningarlistan fyrir núna í desember fyrir núverandi nemendur þannig að þá fáum við meiri svörun væntanlega. Já, við okkur vantar nefnilega fleiri svör í rauninni til þess að geta dregið einhverja marktækar niðurstöður. Sko, en hugmyndin líka núna var að við erum að búa rauna til spurningarlista sem að mun síðan væntanlega nýtast á jafnvel fleiri kennurum og í fleiri námskeið til að skoða þessa þætti sem við erum með hér. Þannig að bara, þakk fyrir okkur og þakk Sigurbjörg Sigurgeirsdóttir fyrir að gera þetta góða námskeið hreint fjarnám og að fara þessa leið sem þú fórst. Mér finnst þetta mjög áhugaverð leið og það er virkilega gaman að heyra raddir nemenda hvernig að takast til. Því að þetta ákveðið átak að breyta námskeiði yfir í hreint fjarnám og engin mæting. Og vonandi bara, ég hef á tilfinningunni að sé eitthvað sem við getum lært af. Alveg örugglega. Takk fyrir, sömuleiðis.